Bandaríkjaforseti segist staðráðinn í að hækka tolla vegna Grænlands en neitar að svara hvort hann ætlar að taka landið með valdi. Forsætisráðherra segir framgöngu Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi óásættanlega og henni verði að linna. Enn óljóst hvað olli skelfilegu lestarslysi á Spáni í gærkvöld. Minnst 39 eru látnir og tugir slasaðir. Grindvíkingum leið betur en öðrum íbúum landsins fyrir jarðhræringarnar á Reykjanesskaga. Líðan þeirra versnaði við jarðskjálftana á eldgosin en nú nokkurn veginn á pari við aðra. Plötusnúður borð í Norrænu sem hýsir nú einungis stuðningsmenn færeyska landsliðsins í handbolta segir sigurgöngu liðsins vera stærsta íþróttaviðburð í sögu þjóðarinnar. Komið sæl. Bandaríkjaforseti vill ekki svara hvort hann hyggist beita valdi til að taka yfir Grænland. Hann segist staðráðinn í að hækka tolla á nokkur ríki sem styðja málstað Grænlands. Við stöndum ekki ein, segir Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands í færslu sem hann birti í dag. Hann segist ákaflega þakklátur fyrir þá ást og virðingu sem landinu hafi verið sýnd undanfarið. En Donald Trump, Bandaríkjaforseti, slær ekkert af kröfum sínum að eignast Grænland. Í svari við skilaboðum frá forsætisráðherra Noregs og forseta Finnlands, sem voru gerð opinber í dag, skrifar Trump að þar sem Norðmenn hafi ákveðið að veita sér ekki friðarverðlaun Nobels, telja hann sig ekki skuldbundin að hugsa eingöngu frið. Han har jo en veldig stor oppmerksomhet om Nobelprisen. Og jeg har forklart til han mange ganger at Nobelprisen deles ut på den måten den deles ut. Ikke av Norge, ikke av regjeringen, ikke av meg, men av en Nobelkomité. Så det tror jeg det budskapet har han fått. Svo virðist þó ekki vera því nú síðdegis var Trump í símaviðtali við bandaríska miðilinn NBC og sagði: Noregur ræður þessu alfarið, sama hvað þeir segja. Í sama viðtali sagði Trump að leiðtogar í Evrópu ættu að einbeita sér að Úkraínu og Rússlandi, ekki Grænlandi. Spurður hvort hann ætlaði að standa við hótanir tollahækkanir var svarið 100%. En Trump vildi ekki svara hvort hann myndi taka Grænland með valdi. No comment, eða ég tjái mig ekki það, svaraði forsetinn. Á sama tíma í Brussel ræddu Troels Lund Poulsen, varnarmálaráðherra Danmerkur og Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra Grænlands, við Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO. Eftir fundinn sagði Poulsen að þau hefðu lagt til viðveru NATO á norðurslóðum, en ekki hefur komið fram hver viðbrögð Rutte voru. Og þetta var ekki eini fundur dagsins í Brussel. Björn Malmquist í höfuðstöðum Atlantshafsbandalagsins. Já, Björn, hefur eitthvað heyrt frá framkvæmdastjóra NATO eftir fundi dagsins? Já, hann postaði á samfélagsmiðlum eftir þennan fund með varnarmálaráðherra Danmerkur og Grænlands. Almenn orðum að þetta hefur verið góður fundur öryggi á norðurslóðum. Rutte hefur reyndar ítrekað komið sér undan því að svara spurningum sem að varða þessa spennu í samskiptum Grænlands og Danmerkur annars vegar og Bandaríkjanna hins vegar og kannski skiljanlega og þeir eru reyndar hér til sem að segja að hann sé talsvert mikið að vinna á bak við tjöldin til þess að draga úr þessari spennu. En sko miðað við það sem að danski varnarmálaráðherrann sagði eftir fundin með Rutte að þau tvö hefðu lagt til verkefni á forsendum NATO í kringum Grænland, þá má reyndar gera ráð fyrir því að það hafi að einhverju leyti verið rætt á þessum fundi sem að varnarmálaráðherrar Norðurlandanna allra áttu eftir fundin með Rutte. Þar var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkis- og varnarmálaráðherra og ég svona innti hana eftir því hvað hefði gerst á þessum fundi. Hún var fámál en sagði þó þetta. Þetta var til þess að sýna þessa eindregnu og órofa samstöðu þegar kemur að því að styðja við Grænlendinga, tala að framtíð Grænlendinga verður ekki ráðin án þeirra, mikilvægt að undirstrika fullveldið, friðhelgi landamæra og svo framvegis. En auðvitað voru líka verið að miðla upplýsingum og fara yfir svið. Stuðningur þessara ríkja hefur alveg legið fyrir í marga daga og margar vikur
og þið þurftu ekki að koma til Brussel til þess að ítreka hann. En voruð þið að tala aukna viðveru í kringum Grænland? Við vorum að tala mjög margt og mjög mikilvægt. Við vorum meðal annars að tala vel heppnaða æfingu sem við Íslendinga meðal annars tókum og erum að taka þátt í, sem á sér stað núna á Grænlandi, og það var verið að ræða útfærsluna á henni. Það var eitt og annað sem var rætt á þessum annars lokaða fundi okkar ráðherra. Þú nýttir ferðina hingað til Brussel til að hitta tvo framkvæmdastjóra hjá ESB, Kaju Kallas utanríkismálastjóra og Mörtu Kåss stækkunarstjóra. Hver var tilgangur þessara funda? Já, fyrst og síðast einmitt eins og þú segir að nýta ferðina, en ég held að sé mjög mikilvægt núna á þessum tímum sem við lifum er að byggja enn frekar upp pólitískt samstarf, hvort sem að það er við Evrópusambandið eða síðan einfaldlega ríki eins og við höfum verið að gera með Norðmönnum og Bretum og fleira. Þú frestaði því í nóvember að skrifa undir viljayfirlýsingu varnar- og öryggismál með Kaju Kallas. Var ný tímasetning ákveðin á þessum fundi ykkar tveggja í dag? Já, við rættum hana meðal annars og það kemur í ljós. Við þurfum aðeins að vinna í þessu öllu saman en já, ég hyggst nú sem fyrr ætla að skrifa undir yfirlýsinguna en það er ákveðin þætti sem við þurfum að skoða betur. Björn, nú virðist aðeins vera að færast aukinn þungi yfirlýsingar Evrópuleiðtoga Grænland sem að hafa flestir talað dálítið varlega hingað til. Til dæmis, sagði þýski fjármálaráðherra hann líkti tollaplánum Trumps við fjárkúgun í dag. Og núna eru Evrópuleiðtogar að ráða ráðum sínum og undirbúa mótvægisaðgerðir, eða ekki? Jú, og reyndar þessi ráðherra ekkert sá eini sem hefur gert þetta. Forsætisráðherra Svíþjóðar og fleiri hafa tekið í sama streng og reyndar beðið eftir viðbrögðum Friedrich Merz Þýskalandskanslara núna í kvöld sem ætlaði að tjá sig eitthvað þetta. Og það er rétt sem hún segir, viðbrögð Evrópusambandsins og Evrópuleiðtoga eru í undirbúningi. Þau voru auðvitað aðalefni á fundi fasta fulltrúa aðildarríkja ESB hérna í Brussel í gær. Langur fundur sem stóð fram á kvöld. Þar var verið að ræða refsiaðgerðir beinlínis gegn Bandaríkjunum samkvæmt reglugerð sem reyndar aldrei hefur verið notuð, sem á langan lista af bandarískum vörum sem væri hægt að leggja tolla á fyrir alltaf 100 milljarða evra, þar á meðal bandarískar flugvélar, mótorhjól, viski og margt fleira. Og þetta er í undirbúningi hjá embættismönnum, hjá diplómötum, og þetta verður líka aðalefnið á auka leiðtogafundi Evrópusambandsins sem var boðaður í gær og staðfest í dag að verður á 15. hefst klukkan 7 hér í Brussel að staðartíma. Þessi spenna hefur líka fært sig yfir á ráðstefnuna sem nú stendur yfir í Davos. Það er búist við mörgum tvíhliða fundum. Þar verður Trump Bandaríkjaforseti og Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og þá má búast við að þau tali saman. Og spennan í alþjóðakerfinu er að setja mark sitt á umræður víða, líka á Alþingi Íslendinga. Þar voru Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, að tjá sig þetta í dag. Heyrum hvað þær höfðu að segja. Við Íslendingar stöndum með grænlensku þjóðinni og við munum virða rétt Grænlendinga til að ráða sínum örlögum sjálfir. Hvernig hyggst forsætisráðherra tryggja að slík samstaða og reglulegt samráð haldist svo við séum ekki að bregðast við í óðagoti, heldur með skýrri stefnu og ábyrgð? Sem stolt, fullvalda þjóð í Norður-Atlantshafi þá þurfum við að standa og viljum standa með Grænlendingum og þetta er flókin staða þó að þetta prinsipp sé skýrt. Ég mun ekki gefa tóma eftir sem forsætisráðherra þegar kemur að því að standa með sjálfsákvörðunarrétti Grænlendinga. Þeir hafa sagt það sjálfir, hvernig þeir vilja sjá sína framtíð þróast og við eigum að virða það. Við eigum vissilega náið og sérstakt samband við Bandaríkin, en það breytir því ekki að framganga núverandi Bandaríkjaforseta gagnvart Grænlandi og gagnvart Danmörku er óásættanleg og hennar verður að linna. Og í Kastljósi í kvöld verður rætt við formann Grænlendingafélagsins í Danmörku sem tók þátt í að skipuleggja mótmæli í Danmörku og á Grænlandi helgina. Og þá leggur Sóley Kaldal, öryggis- og áhættustýringaverkfræðingur mat á stöðuna en hún hefur búið á Grænlandi. Og þið verðið á svipuðum nótum í Silfrinu í kvöld, er það ekki, Valgeir Örn? Jú, við höldum áfram að fjalla þessar deilur. Hingað kemur Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands. Síðan koma 4 þingmenn, Diljá Mist Einarsdóttir, Dagbjört Hákonardóttir, Pavel Bartósek og Sigríður Á Andersen. Grænland verður í brennidepli í Silfrinu klukkan korter yfir 8. Missum ekki því, takk Valgeir. Þá snúum við okkur öðrum fréttum kvöldsins. Rannsókn hafin á lestarslysi sem varð í Andalúsíu héraði á Spáni í gærkvöld. Minnst 39 létust og tugir slösuðust.
Forsætisráðherra Spánar heitir því að leiða sannleikann í ljós og að almenningur fái að vita hvað gerðist. 2 háhraðalestir skullu saman í gærkvöld með skelfilegum afleiðingum og þjóðarsorg hefur verið lýst yfir á Spáni næstu 3 sólarhringa. Fréttamaður spænska ríkissjóðsins var borð í annarri lestinni. En ese momento hubo un impacto muy fuerte y fueron como 10 segundos de horror en ese sentido. Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados, ¿vale? Y en el penúltimo vagón, que casi estaba volcado, pues había gente sacándose por las ventanas, pasajeros pues entre los nervios, el horror y mucha desesperación e incertidumbre, ¿no? Por todo lo que había ocurrido. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Una imagen terrorífica, dantesca, la gente pidiendo ayuda, auxilio, heridos que salían y una imagen que se quedará siempre ahí grabando. Háhraðalest sem var á leið frá Malaga til Madrid fór út af sporinu og rakst á lest sem var á leiðinni í gagnstæða átt frá Madrid til Huelva. En óljóst hvað gerðist en forstjóri járnbrautafyrirtækisins Renfe segir útilokað að lestirnar hafi verið á of miklum hraða. Önnur ók á 110 km hraða á klukkustund og hinn 205 á leið þar sem hámarkshraði 250. Rannsókn hafin og forsætisráðherrann heitir því að komast að hvað kom fyrir. Con absoluta transparencia y absoluta claridad lo pondremos en conocimiento de la opinión pública de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Umræða samgönguáætlun hófst á Alþingi í dag. Deildar meiningar voru áætlunina þegar hún var kynnt í desember. Magnús Geir Eyjólfsson, var hart tekist á málið á þinginu í dag? Ég myndi nú ekki segja það, þvert á móti voru þetta bara svona yfirvegaðar og málefnilegar umræður og áætlunin rýmt frá ýmsum hliðum. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, gerði stutthlé á fæðingarorlofi sínu til að mæla fyrir þessar áætlun og hann hérna hjá okkur. Já, Eyjólfur, það voru kannski eðlilega skipta skoðanir þessa áætlun þegar þú kynntir henni í desember. Hefur fundið fyrir miklum þrýstingi á að gera breytingar, hvort sem að breyta forgangsröðun á göngum eða öðru? Nei, ég get ekki sagt það. Það voru mjög líflegar, skemmtilegar umræður í desember. Mér finnst það bara mjög eðlilegt að áhuginn af samgöngum í landinu er alveg gríðarlega mikill í öllu samfélaginu og sterk krafa í samfélaginu að auka fjárveitingar til samgöngumála og vegaframkvæmda all land. Sérðu fyrir að þingið geri einhverja meiri háttar breytingar? Nei, ég get ekki séð það. Ríkisstjórnin er búin að samþykkja tillöguna og stjórnarflokkan líka, þannig að sterkur þingmeirihluti fyrir tillögunni og ég mun hins vegar beita mig fyrir fjárauka og fjármálaáætlun að það verði sett auki fé í ákveðnar framkvæmdir, svo almenningssamgöngur á landsbyggðinni, hafnarbætur og svo kannski veginum Öxu eða Suðurfjarðarveg, það verður að færa til í framkvæmdatöflum þar. Grunnurinn að fjármögnuninni er svokallað innviðafélag, það félag hefur ekki verið stofnað, hvenær verður það gert? Já, sko, við erum með full fjármagna samgönguáætlun núna. Af hverju það? Það er vegna þess að aðgerðaáætlun samgönguáætlar til fyrstu 5 áranna, hún tekur með að fjármálaáætlun sem tekur gjöld ríkisins yfir sama tíma. Síðan vandir nýframkvæmdir í jarðganga framkvæmdirnar, fljótagöngi sem er í fyrsta seti, Sundabraut og Ölfusabrú, það verður fjármagn með innviðafélagi. Náðu að klára þetta fyrir sumarfrí? Já, ekki spurning. Það er alveg, ég get ekki séð annað geti gerst. Takk fyrir það, Eyjólfur. Já, þetta verður rætt áfram hérna í kvöld og svo líka á morgun og við fylgjumst að sjálfsögðu með umræðunni. Takk fyrir þetta, Magnús Geir á Alþingi. 5. hver koma á bráðamóttöku Landspítalans er talin tengd áfengisneyslu. Prófessor við læknadeild segir að verði áfengissala gefin frjáls hafi það miklar afleiðingar og aukinn kostnað fyrir þjóðfélagið. Falin sjúkdómsbyrði af völdum áfengisneyslu og áhrif á öll stig heilbrigðiskerfisins var til umræðu á læknadögum í Hörpu. Því miður er áfengisnotkun býsna oft meðvirkandi þáttur í þegar fólk þurfa að koma á bráðamóttökuna. Við vitum það áfengi eykur áhættu á allavega 7 mismunandi tegundum krabbameina. Þetta er skammta háð áhætta. Þannig að þeim mun meira sem að fólk drekkur, þeim mun meiri er áhættan. Ég gerði óformlega könnun meðal starfsfólks bráðamóttökunar, lækna og hjúkrunarfræðinga og þá er það mat starfsfólksins að
Það bil 5. hver koma á bráðamóttökuna hefði sennilega ekki orðið ef fólk hefði ekki notað áfengi. Hjalti segir flesta líklega kannast við einhvern sem hafi slasast eða lent í alvarlegu heilsutjóni vegna fyllirís. Ég mæli mjög eindregið með því að fólk bara hreinlega hætti að fara á fyllirí og ef það vill endilega fara á fyllirí að fari þá bara á gamaldags kojufyllirí með hjálm. Halda verður áfram að takmarka aðgengi að áfengi og banna auglýsingar, segir Sigurdís. Það er mjög mikilvægt að stjórnmálamenn og þeir sem fara með völdin í landinu að þeir taki á því og geri sér grein fyrir því að ef það á að gefa þetta frjálst þá mun það hafa miklar afleiðingar og kostnað fyrir þjóðfélagið. Áfengi í alfaraleið heiti málþings á læknadögum sem opið verður almenningi í Hörpu á miðvikudagskvöldið. 6 voru handteknir á Akureyri á laugardagskvöld eftir húsleit lögreglu á 4 stöðum. Markmiðið var að hafa upp á skotvopni sem grunur að hafa verið notað við hótanir. Lögreglan lagði einnig hald á töluvert af fíkniefnum, fjármuni, eggvopn, skotvopn og skotfæri. Rannsókn lögreglu beinist að 4 sakborningum. 2 eru yngri en 18 ára. Allir hafa verið látnir lausir og ekki var talin þörf á gæsluvarðhaldi. Lögreglan á Norðurlandi eystra óskar eftir upplýsingum sem fólk kann að hafa nýlegar hótanir með skotvopni. Svissneskar hársnyrtistofur biðja fólk að gefa hár af sér svo hægt sé að anna aukinni eftirspurn eftir hárkollum eftir eldsvoðan á nýársnótt. Kallinu hefur verið svarað og það víðar en í Sviss. J'avais 35 cm, je pense, à faire comme don. Eitt af því sem nú vöntun á fyrir þau sem slösuðust í skíðabænum Crans-Montana í Sviss á nýársnótt hárkollur. Ákall það fór ekki fram hjá hársnyrtum í Belgíu. Les dons seront envoyés à une association directement en Suisse c'est un perruquier médicalisé qui à ce moment-là enverra à la firme spécialisée pour confectionner les perruques. 40 létust og yfir 100 slösuðust. Harmleikir eins og eldsvoðinn í Sviss verða stundum til þess að þjappa fólki saman og draga fram það sem gott í fólki og samfélögum. C'est quelque chose vraiment qui me sensibilise, des drames comme ceux-là, comme d'autres qui peuvent arriver par la suite. C'est quelque chose qu'il faut se mobiliser, il faut être solidaire. Colleen sem ákvað að gefa hár sitt veit sitthvað það hvað fórnarlömb bruna ganga í gegnum. J'ai une amie qui a été brûlée et donc je sais ce que c'est, ce qu'ils vont traverser, ce qui est extrêmement triste. Et donc si je peux aider à ma manière, alors autant de le faire. Ekki víst að aðdáendur allra liða á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu í sumar fái að styðja sína menn á staðnum. Innflytjendastefna Bandaríkjastjórnar og hátt miðaverð skapa óvissu. Flautað verður til leiks á heimsmeistaramótinu 15. júní og að þessu sinni eru gestgjafarnir 3, Kanada, Mexíkó og sá stærsti Bandaríkin. Vegna innflytjendastefnu Trumps hefur skapast umræða meðal stuðningsmanna hvort og þá hversu erfitt verður að fylgja sínu liði á mótið. Trump-stjórnin setti á víðtækt ferðabann í fyrra sem skiptist í tvennt. Algjört bann við komu frá nokkrum ríkjum og svo takmarkanir, ekki algjört bann, á vegabréfsáritanir fyrir ferðamenn frá enn fleiri. Af þeim 48 löndum sem hafa tryggt sér sæti á HM eru Fílabeinsströndin og Senegal í síðarnefndarflokknum, en algjört bann gildir að óbreyttu komu stuðningsmanna frá Haítí og Íran. Öll þessi lið spila minnst 1 leik í riðlakeppni í Bandaríkjunum. C'est dommage pour moi si vous voulez pas accepter des équipes, pour moi vous devez pas organiser la Coupe du monde. Bah franchement, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée qui a été prise tout en sachant qu'il y a une grosse diaspora sénégalaise qui est présente aux États-Unis et le football à la base c'est un sport qui rassemble. Donc Bandaríkjastjórn tilkynnti nýverið að þessar reglur giltu ekki leikmenn, þjálfara og starfsmenn liða sem eiga sæti á HM. Það gildir einnig þáttöku á Ólympíuleikunum sem verða í Los Angeles 2028. Þrátt fyrir mikla umræðu og óánægju hátt miðaverð segir FIFA að eftirspurn hafi verið eftir miðum á þá 104 leiki sem leiknir verða á mótinu. Sambandið tilkynnti þó nýverið að miði á leik tryggi ekki örugga inngöngu í það land þar sem leikurinn fer fram. Þannig að, ef svo ólíklega vill til að Íran og Senegal keppi til úrslita á MetLife leikvanginum 19. júlí, gæti farið svo að stuðningsmenn liðana komist ekki í stúkuna. Grindvíkingum virðist ekki fyrsta saman með við úttekt landlæknis. Þó andleg heilsa þeirra væri slæm í miðjum náttúruhamförum, mældust þeir betri eða jafnir öðrum fyrir og eftir þær.
Til þess að mæla líðan Grindvíkinga vann embætti landlæknis úr upplýsingum heilsugæslustöðva og úr lyfjagagnagrunni. Grindavíkurhópurinn var fólk með skráð lögheimili í Grindavík 1. júlí 2023 en samanburðarhópurinn var með lögheimili annars staðar á landinu. Mitt ár 2023 hafði kvikugangurinn ekki myndast og ekki gosið á Sundhnúksgígarauðinni. Jörð hafi aftur á móti skólfið í kringum Grindavík frá árslokum 2019. Eldgosin í Fjarðardalsfjalli hófust miðjan mars 2021. Greining á kvíða og notkun kvíðalyfja frá 2019 til haustsins 2025 var lengi vel lægri hjá Grindvíkingum en öðrum en jókst svo verulega eftir jarðhræringar og rýmingu bæjarins í nóvember 2023. Efri línan sýnir fjölda afgreiddra lyfjaávísana á kvíðalyfjum á hverja 1000 íbúa utan Grindavíkur og svo neðri fjölda afgreiddra lyfjaávísana á hverja 1000 íbúa Grindavíkur. Greinlega sést að Grindvíkingar leysa minna út af kvíðalyfjum en aðrir. Ef við skoðum svo hvenær Grindvíkingar leysa mest út af kvíðalyfjum þá verður stökk þegar fyrsta geldingadalagosið hefst. En hærra stökk verður svo þegar bærinn rýmdur í nóvember 2023 og skildi engan undra. Svipaða sögu að segja af greiningum á kvíða hjá heilsugæslunni. Nú kvíðagreining á pari við landsmeðaltal eða hærri. Grindvíkingar tóku fyrir hamfarirnar allar minna af þunglyndislyfjum en aðrir landsmenn og þeir gera það enn. Grái skyggðiflöturinn á þessu línuriti sýnir fjölda útleystra þunglyndislyfja á hverja 1000 íbúa meðal landsmanna annar en þeirra sem voru með lögheimili í Grindavík á miðju árið 2023. Rauða línan sýnir hins vegar þunglyndislyfjanotkun Grindvíkinga, það að segja afgreiddar lyfjaávísanir. Hún alltaf minni en annarra nema í mjög skamman tíma eftir að kvikugangurinn myndaðist í nóvember 2023. Þunglyndisgreining var almennt minni hjá Grindvíkingum en öðrum fyrir eldgosin í Fagradalsfjalli samkvæmt heilsugæslunni. Nú hún aðeins algengari. Úttekt Grindvíkinga á svefn og slævandi lyfjum jókst mjög þegar bærinn var rýmdur árið 2023 í árslok og hélt svo áfram 2024 en svo dró úr notkuninni í fyrra. Notkun Grindvíkinga á svefn og slævandi lyfjum þó almennt minni en á landsvísu samkvæmt greiningu landlæknisembættisins. Færeyingar urðu í gær fámennasta þjóðin til að vinna leik á Evrópumótinu í handbolta. Vel yfir 10% þjóðarinnar fylgdu landsliðinu til Oslo og fögnuðu þar. Stuðningsfólk færeyska landsliðsins í handbolta hefur tekið yfir Norrænu. Skipið lagði úr höfn með 1000 sigurvissa Færeyinga og stemmingin eftir því. Det en otroligt god spårning att spela kvar efter färjan till faktiskt konto öll huxa sig över vi. Det blir kvar 5,5 fast på färjan online och vi är 6,500 här. Så det är väl över 20% som faktiskt färjan till norra för att hitta efter landslinjen. Beinta plötusnúður borð í skipinu sem lúrir við höfnuna í Oslo í Noregi, þar sem stuðningsmennirnir bíða eftir næsta leik. Lið þeirra vann sinn fyrsta sigur frá upphafi á stórmóti karla í gær með 13 marka sigri á Svartfjallalandi í riðlakeppni EM. Þar með urðu Færeyjar að auki fámennasta þjóðin til að vinna leik í lokakeppni EM. Jag hade att det här som vi då upplever sälja i Jörskvöld där vunnit mot Montenegro. Det är en av största händelser som nägande hänt i förskar i utsotarsöver. Och han stämningen som vi är ta av stadion är bara helt otrolig. Vi såg och jag Atlantisten och röpte och heppa och på akkurat landslig. Och självante tar vi så finner det att vunna så får allt upp under loftet. Beinta segir að áhugi á handbolta hafi vaxið undanfarið í Færeyjum og núna þegar liðinu gangi svo vel séu allir að horfa. Færeyingar þurfa jafntefli eða sigur á Slóvenum annað kvöld til að komast í milliriðlakeppni EM og stuðningsmenn þeirra vona að sjálfsögðu að liðið beri sigur úr býtum. Dubbelt så störst. Jag vet inte om det kan vara större än det var i år. Det var en helt otrolig varsla och jag kan säga att några gliar föringar samlar och samma sted. Så det är då ju imman det var något större det kan vara än i år, men kvar vet det blir helt otroligt om vi vinner morgon. Og Færeyingar eiga næsta leik á mótinu á morgun eins og Íslendingar. En þá að veðri. Smám saman snýst í austanátt á morgun víða 3 til 10 metrar á sekúndu síðdegis. Allvíða væta fyrir hluta dags en rigning eða slitta á austanverðu landinu síðdegis
og styttir þá upp vestan til. Hiti á bilinu 1 til 7 stig, mildast á Suðausturlandi. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið undirbýr sig nú af krafti fyrir leik sinn við Ungverjaland annað kvöld á EM í handbolta. Liðin eru bæði komin áfram í milliriðil og því 2 mikilvæg stig í boði. Dagur Sigurðsson stýrði Króatíu gegn Hollandi í dag í mikilvægum leik í E-riðli og við heyrum í framkvæmdastjóra Íþróttasambands fatlaðra sem segir það óviðunandi að Arnar Góði Valsson, skíðamaður með klofinn hrygg, fá ekki að keppa í fötlunarflokki. Íþróttum hér eftir augnablik. Skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Bandaríkjaforseti segist staðráðinn í að hækka tolla vegna Grænlands en neitar að svara hvort hann ætlar að taka landið með valdi. Forsætisráðherra segir framgöngu Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi óásættanlega og henni verði að linna. En óljóst hvað olli skelfilegu lestarslysi á Spáni í gærkvöld, minnst 39 eru látin og 20 slasaðir. Grindvíkingum leið betur en öðrum íbúum landsins fyrir jarðhræringarnar á Reykjanesskaga. Líðan þeirra versnaði við jarðskjálftann og eldgosin en er nú betri eða á pari við aðra. Plötusnúður borð í Norrænu sem hýsir nú einungis stuðningsmenn færeyska landsliðsins í handbolta segir sigurgöngu liðsins vera stærsta íþróttaviðburð í sögu þjóðarinnar. Það var þetta upptalið hjá okkur hér í kvöld og komið að íþróttum á veðri og svo minnum við á Kastljós og Silfrið þar sem umræðan Grænland heldur áfram. En takk fyrir samfylgdina í dag. Við vonum að þið njótið þessa mánudagskvölds. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti, kryfja með þeim atburði líðandi stundar og pólitískt landslag hverju sinni. Lífið eftir Benjamín. Leiknir norskir þættir byggðir á sönnum atburðum. Vinirnir Benjamín og Elías eru 15 ára og spenntir fyrir framtíðinni. Einn örlagaríkan janúardag árið 2001 verður